Hérna er ég með úrvalsráefni, kofarekt hangikjöt og léttireyktan lambahrygg. Það sem ég ætla að byrja að gera er að hreinsa hérna beininu. Allan afskurðinn ætla ég að nota í hangikjöt startar, svo við séum ekki að tapa neinu kjöti. Skerum hérna kringum hækilinn. Þegar hérna erum við búin að losa hækilinn, þá fitum við hreins og sinur hreins sem hann nettir í tartarinn. Svo ætlum við að taka líka lykilbeinið úr. Stingum aðeins í til að losa. Hérna er bein sem auðveldar skurðinu eftir. Hangikjötið setjum við í kalt vatn, látum suðuna koma rólega upp og leyfum svo að kólna í soðinu. Hækillinn er tiltölulega seigt kjöt, þess vegna þurfum við að skafa það af öllum sinunum. Þannig tökum við góðan híf og söxum þetta eins fínt eins og við getum. Það söxum við bara fínt. Einn hluti eplaeddik, einn hluti maple syrup, hluti ólífuolía. Nú er gott að fara í hanska. Ég ætla að taka ögna rauðrófu. Það er mjög sterkt litarefni í henni. Skerum við fyrst. Frekar svona grófskorna teininga til að fá bit í tartarinn. Setjum það í eina skálina. Svo er ekki allir sem vita það að rauðrófur eru mjög góðar ráar. Það reynum að skera eins þunnar sneiðar ef við getum. Ískalt klaka það. Og hellum við einu hluta yfir laukinn, einu hluta yfir rauðrófurnar og restin yfir laukbitana þar. Smá muldar valhlutur. Ég var aðeins búinn að baka þessar í ofninum með smá sykri og salti. Það er þetta saman. Ég finnst gott að setja smá ólífuolíu. Það er gott að setja smá gróft sinnep. Hangikjötið er náttúrulega tiltölulega saltað. Það þolir smá pipar. Það þarf að hræra og smakka þetta til. Það er hægt að nota alla afskurða á hangikjöti. Fyrir það sem við vilja meiri stæla. Ég ætla að taka rauðrófu, skera aðeins í hana. Fylla. Og til þess að þetta framreiða þetta svona ofan í staupglöss. Það verður eins og lítil blóm. Og allir þeir sem hafa verið í Danmörku og Skandinavíu elska nýrifna ferska piparóttir. Það gefur svona smá kikk. Svo ætlum við líka að vera með gómsætan léttireyktan hrygg. Það er ágætis tilbreyting frá því að vera með svona venjulega mömmu. Svo góður í safanum. Með lítinn skarlóttulauk setjum hann bara með hýðinu. Nokkra sveppi bara í hillu og kartöflur. Og það sem við ætlum að gefa með þessu er heimalagað rauðkál. Það verður ekki auðveldara, skorið fínt, eldað í potti með ediki, sultu, smá vatni og bragðefni eigin vali. Fannst vont í gamla daga, en það getur verið frábært hrátt. Rósakál. Það er bæði hægt að gefa þetta svona, kannski með mandarínum. Rauðkál, edik, góð sulta. Og uppstúrinn er bara smjör. Hveiti, mjólk, hangikjöt og beini. Það gefur betur bragð. Vínsynnepi og maple syrup og háanita. Muldi sveppir. Það var ljúffengur léttireyktur lambahryggur.